Þegar þú ert að fara að taka 360 gráðu ljósmyndir þá eru nokkur atriði sem maður þarf að hafa í huga. Það skiptir til dæmis ekki máli hvaða myndavél þú ert að nota. Það skiptir ekki máli hvort það sé lítil svona kassamyndavél eða einhver fullkomin Canon eða Nikon myndavél. Það sem skiptir í rauninni máli það hvernig þú tekur myndina. Og ég mæli með því að verði bara taki myndina svona lóðrétta. Svona, snúi myndavélinni svona og síðan takið myndir í svona hring og passið á því að láta myndirnar skerast vel inn í hvor aðra. Takið eftir að þetta ein mynd hérna, mynd af höfða, svo kemur önnur mynd hérna sem bara mynd af höfðunum í miðinni, svo kemur þriðja myndin þar sem höfði hérna svona vinstra megin. Þegar myndirnar skerast svona inn í hvor aðra, það gerir þá forritinu, Pixmaker, miklu léttara að líma þær saman. Það taka hérna dæmi að þegar forritið byrjar að vinna, þá tekur það myndirnar og leggur það svona yfir hvor aðra, eins og verið að sýna hérna bara í handvirt, og þið sjáu þá verið myndin miklu stærri og þetta gerur alla myndirnar, þannig að þá myndar þetta svona 360 gráða mynd og svo hún með hugbúna eða svo forritið með eitthvað kerfi sem býr síðan til hreyfingarnar á þetta allt saman. Og það skiptir ekki máli hvort þú sért að taka úti eða inni myndir, það er bara það að taka myndirnar í hring og þú stendur inni bara á punktinum og svo snýrðu þér hringi og lætur myndirnar skerast í hvor aðra.